Ég elskar gott haust, sko. Já. Maður samt mest Það jafnast ekki á við gott haust. En maður ekki samt langt mest svona sumarmaður. Nei. Ég heldur endur að ég sé mest vormaður. Ég elskar gott haust, sko. Ha? Haustið shitið, sko. Ok, þannig að þið líður best á haustin. Sveppa líður best á veturna því hann vil vera í myrkri, ég veit aldrei skilið það. Já, einmitt. Æ, þú veist, það ágætt þegar sko að það fallegt veður og þú ert bara í þunnum jakka og svona, það bara hausti. Hausti ekkert verra en sumarið. Sko. Líður þér rosalega vel í svona þunnum jakka? Nei, mér finnst bara fínt. Af því þú náttúrulega alltaf bara hlýrabólum á sömurinn. Sko, ég bara einn af þeim. Mér finnst óþægild að vera of heitt og óþægild að vera of kalt. Ég finnst rosalega fínt að vera svona siglinn í hausti. Já, þess með ég er mikill vormaður. Það svona, þú veist, sumarið ekki búið, en það á næsta leiti. Þannig ég ekki byrjað að stressa mig á þetta sem vera búið. Ég elska vorin. Nú ætlum við að fá lag og tala svo veðrið áfram. Já, herðu, við getum bara þessna að fara að ræða gos. Já, nákvæmlega, það byrjaði að gjósa bara, ha. Það alveg ótrúlega hvað fólk nefnir að velta sig upp á því. Ekki alltaf gaman og flott að sjá nett eldgos, en nú eru bara konið í vestin hérna fyrir vikur síðan. Já, þetta sríkalegt. Full spenntir. Já. En við erum engu að séu mjög spenntir, ekki út af þessu eldgosi, heldur út af þættinum í dag. Hann stútfullur, hann þéttur í dag. Þetta eru 2 klukkustundir af veislu. Já. Við ætlum bara að halda partí núna í 2 tíma. Og hvað ætlum við að bjóða hlustendum upp á? Við erum með fasta liði eins og myndir fyrir cash, spurt og svarað. Við erum með íslensk slúður og fleira. Sturla staðrendir voru ekki síðustu viku. Nei. Á svo þétt hjá okkur, ég kom með mig inn. Já. Við tökum þær í staðin. Við tökum augljósar út og sturlaðarinn. Og við glemdu líka í síðustu viku Blood Tells It All. Já, sem var þetta viljandi gert hjá mér. Sem verður í dag. Já, það verður í dag. En þú verður að segja mér hérna hvað það er. Nei. Blood Tells It All. Já, þetta verður að koma óvart. Það er gaman að segja. Já, þetta má ekki vera eitthvað viðbjóður. Herru, byrju, þið segja mér aldrei neitt eða þið komið mér óvart. Nei, reynda. Það verður að vera ákveðið jafnrétti í þessu stúdíu. Það er kannski góð punkt. Þetta er ekkert ógeð það. Það kemur í ljós. Nei. Er þetta frá því ég var krakki eða úlingur eða... Nei, þetta er ekki allsber og sögukóki. Þetta tengist ég ekki þú varst allsber að skrifa ástabrif sköllóttur heima hjá þér. Liggjandi á maganum. Ég veit þið haldið þetta pyrrið mig, ég er komin yfir þetta. Af því ég veit að þið vitið að ég var korki sköllóttur, mér allsber. En þarna kom eitthvað nýtt teiki máli sem ég hef ekki heyrt. Það lá hann á maganum. Hann á allsber á maganum. Það finnst mér vera skrítið. Hvað veitir, varstu á þig? Varstu á glugganum þegar ég skrifaði þetta ástæður? Með rassin út í loftið, allsber, með eitt skít kaldan á náttborðun. Já, með blautan kotta. Ég hefði aldrei átt að skrifa þetta ástæðbrif. Það er bara þannig. Hvað þarf að gera til þess að við lesum ástæðbrif upp aftur einhvern tíman eftir kannski viku? Það er bara okkur að vera með sama komedi, bara ekki séns. Þetta verður ekki þreytt, þetta er eitt af þessu gríni sem verður aldrei þreytt. Ég er ekki að fara að lesa þetta brif aftur. Þetta er svo mikil veisla. Já, hlustendur verða líka að setja sér í sporin. Þú varst náttúrulega ofurölvi. Þannig að við þurfum að lesa þetta kannski þannig. Þú varst mígandi fullur þarna. Kona grenni í kottan, jú. Hárið farið. Maður var bara, þú veist, ástfanginn. Já. A lover not a fighter. Já, við. En svo erum við með nýjan lið í dag. Sem að, já, ég er ekkert alltaf spenntur fyrir henni. Ég held að hlustendur ætti að vera spenntir. Og við köllum hennan lið Mínúta í helvíti. Og hann gengur basically út af það. Við ætlum að taka þetta næstu vikur. Þetta verður viðbjóð. Þú ert náttúrulega að fara í frí eftir þennan þátt, Steindi. Þú ert að fara að taka upp þættina hérna Hreitskjöldur. Þannig að við verðum með 6 gestastjórnundur hérna næstu 6 vikurnar. Og þessi liður gengur út af það að það eru 2 og við ætlum að byrja það ekki ég og Steindi í dag. Og við eigum að tala dónalega við hvern annan í 1 mínútu. Svo kemur Egil sterkurinn í næstu viku og svo fá gestir þeirra að spreita sig. Já. Veistu hvað, það er vond. Hann er ekki trættur við þetta. Þetta er basically, við erum að fara að tala dörfti við hvern annan í 1 mínútu. Veistu hvað þetta er óþægilegt? Ég hef aldrei gert þetta á ævinni. Ég er tilbúin að setja aðlegun undir að eftir nákvæmlega viku mun ég heyra You like that, you bald piece of shit. Það er bara, ég get sett allt sem ég á undir að hann mun hendi þetta þegar hann tala dónalega. Þannig að þetta er nýrliður, Mínúta í helvíti og það eru við Steindi sem verið það. Svo Steindur hérna, þú ætlar að spá í dag, eitthvað spáhóð. Já, ég var að, mér langaði svolítið að spá fyrir þér. Fyrir mér, ekki okkur báðum? Já, svona aðalega bara fyrir þér. Ég ætlaði svona að fá að vera með kannski svona smá hotn í þættunum. Það sem ég fái kannski að spá bara, ég ætlaði að velja þig í dag og ég kannski fæ að spá fyrir allir þegar ég kem aftur eftir tökur. Spádómshotni. Þetta er svona spádómshotni. Það er líka nýtt og svo erum við að fara að frumflytja lag frá strákunum í áttunni sem heitir Wunderbar, þannig að við erum með bara ríkala þéttan og skemmtilegan þátt. Akkurat. Það er bara þannig, en ég er að reyna að tróða inn nýju lagi hérna á FM sem er í miklu uppáldi á mér þessa dagana. Þetta, hlusta ég oft á heima í tölvunni. Lagið heitir Happy Little Pill og ég ætla bara að spila það í síðustu viku líka. Þetta er ég að fíla. Tjekkum á þessu.
Hlustendur þeirra hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957, það Steindi Jún, Egill Einars og Öddi Blöð með ykkur á sem fallega föstudegi Blöð, ég verð að hrósa þér, þetta ágætislag. Já, ertu ekki að fíla það? Já, ertu einn heima að hlusta á þetta? Akkur alltaf ég sé einn heima á allsber og eitthvað, nei, mér finnst þetta bara gott lag. Já, ég bara dætti í Viðurkenda að þú hefur einn heima allsber að hlusta á þetta lag, viðurkenda það. Ekki allsber en oft einn heima. Nærböksunum, hlusta á þetta. Grátandi. Já, Nærböksunum, býtu hvað, ég sef hana. En grátandi, búin að rífa flippana einum. Ég hef aldrei drukkið bjór grátandi, skulum hafa það á hreinu. Ég fæ mig bjór til að skemmta mér. En það komið að, hvað, erlendu slúðri? Maður gerir eitt og þú fer alltaf úr slúðri beint í lag. Það er bara til þess að gefa þér heads up. Ég vil næsta lag Anaconda með Nicki Minaj. Right now. Ég ætla að taka undir þetta. Við setja á eftir. Right now. Ekki right now, það slúður. Nei, eftir slúðri. Ég var kannski að hlusta á lagið og fara svo í slúður. Vel þrýð. Hérna, það komið að á ég að hætta með slúðri. Nei, ég var að stríða þér, kottu með það. Ég get sagt eitthvað það að Britney Spears og David Lusato, þau eru hætt saman. Þú lígur því. Nei, en það væri nú kannski ekkit frásögufærandi. Jú, auðvitað væri það frásögufærandi. Þetta er alveg slúður. Ekki drulla yfir Britney. Ég er mikill Britney maður. Ég er tím Britney, Britney Blöndal eins og ég kalla hana. Hérna, vitið á hverju þau eru hætt saman? Nei. Hann var að halda framhjá og hann og konan sem var að halda framhjá með tóku vídeo af því og vídeo lag á netið. Já. Þannig að það er núna vídeo af kærastan Britney Spears að halda fram hjá henni. Er hægt að vera meiri drullusokkur? Ég spyr. Hann skeit. Hann skeit? Ég er í tím Britney hana. Já, þetta er bara því líkur Hvar finnur þetta vídeo segir? Hvað er samt að frétta af henni Britney? Hún var náttúrulega sköllótt og allt þetta. Það tímabil er alveg búið? Já, hún lítur vel út. Hún lítur bara vel út og er bara ánægð. Maður einhvern veginn heldur alltaf með Britney. Ég óska henni alls þess besta. En hún er loose cannon. Já, hún er það. Hún tók smá tímabila sem hún rakaði hárið af og snappaði og lett fólk heyra það og sem girt hún sér bara. Já, var að berja bíla með reglíf og eitthvað. Já, það er bara gaman. En þú spyr Egill, hvar getið fundið þetta vídeo? Já, svona ekki það ég vilja sjá það en bara ég verði til að sjá það. Já, þar kemur næsta slúður. Pappi Britney Spears keypti vídeóið. Þannig að það fer aldrei á netið. Pappi Britney Spears hann er umboðsmaðurinn hennar. Þannig að það mun aldrei neitt sjá þetta vídeo. Þetta fór það ekki á netið? Nei. Hann keypti það af, sem sagt, það er eitthvað svona, segjum bara eins og TMZ eða eitthvað svona sem að setur svona á netið, bara eins og gerist með Kim Kardashian og þau. Hann keypti það af þeirri síðu. Áður en það fór á netið? Já. Activist. Á hvað mikið kemur það fram? Nei, kemur það ekki fram. Og það er það að fara á netið, það er alltaf einhverju tölvulúðar já, þá væri það allt, sko. Þannig að, við óskum Britney bara alls þess besta og ég er ekki bara fegnir og hún sé laus við þennan djöfisins aumingja. Gangi vel, Britney. Bara gaman að hún sé á lausu. Já, sko, það er eitt að taka aumingina og þetta var að halda fram með konu sinni en vera að taka það upp. Þvílíkur aumingi maður. Svo er það David Beckham. Hann lenti í smá slysi núna í gær. Já. Hann var á mótuhjólinu sinu. David Beckham á mótuhjóli, wow. En þetta er líka ekkert smá hjól sem að kallið ná. En hann misti það, hann misti tök á hjólinu. Hann var að sveigja fram hjá einhverjum paparazzi. Enda aumingi. Þegið. Þetta segir ekki þessum þetta. Hérna, og missir hjólið en slasaðist ekki og það voru einhverjir snillingar á tattoo-stofinu sem hann fæði sér alltaf tattooin á það hjálpaði honum að reisa upp hjólið og eins og ég segi, enginn slasaðist. Getur þið séð fyrir þér Alan Shearer eða Andy Cole missa hjólið út í kant? Aldrei. Jú. Aldrei. Það var paparazzi fyrir honum. Já, fyrir þetta það, hvaða paparazzi nennir elda Alan Shearer? Áhugin 0. Þetta myndi bara aldrei gerast til Alan Shearer. Aldrei. Nei, því að það er engin elda. Alan Shearer. Og það er myndirna Beckham, ég held að það gæti engin nema David Beckham dottið á mótuhjóli og gert það töff. Ég bara sé hann ekki fyrir mér hallaræslegan einhvern veginn. Því að það er vandræðilegt þetta mótuhjóli að missa hann til hliðar. Og hann er töff í loftinu. Já, hann er bara alltaf svalur. Þetta er svona það helsta í slúðurinn í dag. Svo var hún Miley Cyrus, mamma hennar er ekki sátt með hana þessa dagana því að hún var í einhverju svona photoshoot, myndatöku fyrir blað og hún fór completely nude. Oh my god. Það var verið að smetla myndum af Miley Cyrus þar sem hún er alveg, bara nakin, hún er ekki í neinum fötum. Kemur mikið óvart. Já, hún er, Miley Cyrus er að detta í gömlu Britney Spears. Það kemur ekkert óvart að Miley myndi raka sér sköllótt eftir 2-3 vikur og ráðast á bíl með reglíf. Já, ég geti trúið því, alveg klálega. Ég held að höndla maður bara svona athygli eins og þær fá þessar stúlkur. Nei, ég held ekki.
En hérna Hvernig væru við ef maður fengið þessa athygli frá þeim að var, veist, hvað Britney gömul 15 áður hún slæri gegn og Miley Cyrus 10 ára Sko ég get lofað því að þú myndir ekki höndla tónlistarlífið eina helgi sko Tónlistarlíf, hætt að tala alltaf þess að þú sett búin að lifa í tónlistarlífinu hérna, þú varst í hallaræslustu hljómsveit allra tíma sett Mercedes Club Ég veit ekki alveg hvort að Uddi myndi ekki höndla Njálsbúð og svona staði Blöndós og þú varst ofurölu eftir Kippa Fosters og það var sett hljómborðið Ertu að segja okkur það, þú gætir höndla gík á kaffi eða í Njálsbúð Ekki fræðilegur Gleymdu því blandi Nú var skemmt að þetta var landi Akkur ætti ekki að geta tekið tónlistarlíf En herru, með slúrið verðum við ekki að fara að fá líka gömlu stjórnundar inn aftur Af því að þú ert alveg búin að salta Macaulay Culkin, Kurt Russell Þú ert ekki að vera frí Já, en ég er að hlusta á okkur þótt ég sé frí Hvað var þeim gaurinn sem leik Lofsteinamannin? Og þessi gaurar sko Veistu að ég bara veit það ekki Því að það er ekki verið að fjalla það Nei, það þarf að vinna í þessu Rannsóknarvinna Hvernig heldur að Steindi væri í dag Egil, að hann slegi gegn 10 ára svona eins og Miley Cyrus Væri hann heilbröður? Hann var í heroinni 100% Ég var á dælunni á bakvið hlem Nei Ég var það leðilegur 10-11 ára Ég bara, vá Ég hef bara verið þannig Þú varst alltaf hár veikur krakki sko Ég væri nú sannlega í betra formi Já, rugla. En þetta var slúðupakki dagsins. Hér eftir auglýsingar þá fyrir við myndur fyrir cash og ég er með góða spurningar í dagstrákar. Það er gott myndur fyrir cash þannig að ekki missa því en örstuð skilaboð fyrst. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvænt útgjöldin? Þau detta nú inn á bestu bæir. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál. Að bíða eftir því að ná hól í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skilar sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Skólinn er að byrja og fartölvunnar færðu í Elko. 2 heppnir fá fartölvuna endurgreidda. Elko, einfaldlega lægra verð. Lán eða ekki lán. SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Í dag er 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Epli.is. Nú er skólastemning í Kringlunni. Allt sem þarf fyrir skólan á einum stað. Kringlan, af öllu hjarta. 100 milljóna lottobóttur. Það liggur við að maður fari í sparifötin. Leyfðu þér smá lottó. Pingjan er nýr og þægilegur greiðslumáti. Snjallsíminn kemur nú í stað pósans og þú einfaldlega greiðir með símanum. Allt pingjuna á pingjan.is. Þú komin með áskriftarkort í Borgarleikhúsið? Tryggðu þér áskrift. FM 95 Blö á FM 95. Lagið heitir Bailando. Ég er mikill Enrique maður, en ég var samt búinn að biðja sérstaklega óskalag á það, Anna Condom, en ekki minna það, svo ég þekki það ekki. Ég glemdi, sorry. Það kemur eftir smá. Það kemur eftir. En þeir að hlusta á FM 95 Blö og við strákarnir þökkum ykkur kella fyrir það, að nenna því. Og ætlum að launa ykkur með góðum þætti. Það er komið að dagskráralið sem er fastur hér í þættinum og heitir mynduru fyrir pening eða eins og Egil kallar hann mynduru fyrir cash. Akkurat. Og þeir eru tilbúinir þegar ekki drengir. Það hallar aftur í stólum. Fyrir ykkur sem er að hlusta í fyrsta sinn þá spyr ég strákarna þriggja spurninga. Tæma hugan alveg eða ekki? Jú, tæma hugan og þeir fá 3 spurningar og ég spyr hvort þið myndi gera hitt eða þetta fyrir vissa uppæð. Og talandi vissa uppæð þá er lottopotturinn, hann fór ekki út síðasta laugardag og hann er 100 milljónir á laugardaginn. Já. Ég get lofaði því að ég mun kaupa lottó. Já, ég ætla að kaupa lottó. Og strax í kvöld verð ég byrjar að hugsa áður fyrir að sofa þegar ég er að leggjast á kottan. Takk ég það aldrei og byrja að hugsa hvað ég myndi gera ef ég myndi vinna. Nei, það er svo svekkjandi. Ég myndi snekja mig upp leið. Myndir eyða bara öllum peningum strax í snekk og þú hefur ekki eins og efna bensín eða? Monte Carlo, leið. Þetta eru 100 milljónir, Egill. Ég myndi senda þér SMS, hvað ert þú að gera núna? Drasl. Getur þú mér ekki búið á snekki? Ég er í skyrtu með champagne í Monte Carlo, dansandi. En betur, er hægt að kaupa snekki fyrir 100 milljónir? Já, sko, ef hann kaupir snekki fyrir 100 milljónir, þá getur hann aldrei rekjað hann, sko. Nei, þú getur keypt einhvern ömulegan dall, einhvern árabát og verið þar með kampavinn. Ég held með þess að kosti sko 3 milljónir, sólarhringurinn í Monte Carlo, þannig að þú getur verið þannig nokkra daga.
Það verður bara lonkar dagar, það er bara að hafa það. Það verður gaman hér. Það verður góðu dagar. Hvað myndir þú gera að vinna 100 milljónir í lottói? Ég myndi allavega bara fara sko á snekkjun hans Egils. Þannig ég þarf ekki að koma með snekkju. Ég get verið með honum að því 3 daga. Þú fengið að chilla með mér. Já, það ekki. Ég veit það ekki. Ég myndi margir kaupa sér stórt hús. Já. Er það ekki? Borga reikninga og kaupa hús, frábært. Farið fasteign, borga reikninga fyrir fjölskylduna og kaupa sér svo einhverja fasteign. Leiðilega sem ég heilt. Ég veit það, en þú veist, ég veit það ekki. Ég myndi ekki koma með snekkju. Borðu það þannig, ég er náttúrulega ekki með konu og barn. Ef ég vinn 100 milljónir á laugardaginn, þá fáið þið SMS á sunnudeginum, drullar út á Reykjavíkurflugvöll. Já. Ég er á Reykjavíkurflugvöll, ætlum við að fara til Akureyrar? Nei, það er private, farnir til Vegas, það er bara þannig. Það er vel gert, ég myndi alltaf bjóða okkur út líka, það er svoleiðis. Það er hins vegar komið að myndurinn fyrir penning og... Ég ætla að vanda svörin rosalega. Já, þú ert búin að vera svolítið á því. Já, ég veit ekki hérna, ég ætla aðeins að vera með smá... Egil sagði nei við öllu síðast, þú sagði já við öllu. Þetta var bara erfiða spurningar síðan. Ég ætla að pumpa upp sjálfstöðstinu núna. Ég er með góða spurningar í dag. Fyrsta spurning, myndi þið vera með hárkollu þar sem eftir er ævi ykkar, þið þurftu alltaf að setja hann á leið og þið færið út úr húsi eða þið fengið 30 milljónir fyrir það. Sem eftir er ævi ykkar. Við þurftum... Eins og núna, þú þurftu að vera með hárkollunum núna. Já, en ég væri samt með mitt hár undir. Já, þú með þitt hár undir, en það myndi aldrei neitt sjá það aftur. En ef einhver kem í heimsókn til mín? Já, þá sér það. Þú mátt taka hann að heima í þér, en leið og labbar út úr húsi, þá ertu að setja hárkollunum. Máttu fá gesti og þá áttu bara með venjulega hár. Já, en það má ekki taka myndir af þannig. Nei, en er ekki hárkollunar orðnaðar helviti fínar í dag? Mjög góður. Þessi er búin að segja að blöð hendur svo hárkollur og segja að það er með mörg ár sko. Ég get ekki verið að fara að hendi hárkollur. Af hverju er ekki ljóst sítt hár? Af hverju, bara... Notaði tæknina. Heyrðu hvað það að segja, ég get það ekki. Axla sítt ljóst hár. Það væri viðbjöður. Og svona ennisband yfir, svona svindaband. Ég er ekki myndir fyrir cash, þið er myndir fyrir cash. Myndið taka þetta fyrir 30 milljónir, hárkolla sem eftir ævi ykkar. Mér finnst þú samt að fá ljóst sítt hár eða gyðingakrullur. En ég ætla að... Hárkolla, 30 kúlur... Steindi segi já, shocker. Nei, ég var ekki... Býttu, ég ætla aðeins að hugsa þetta. Aðeins. Eina sem ég finnst svolítið skemmtilegt við þetta, þú getur verið með mikla fjölbreytni án þess að þurfa einhvern veginn að... Eftir hvernig stuðu því? Já, án þess að fara í stólinn alltaf í strípur og vesen, sko. En má ég samt ekki örugglega halda áfram að fara í strípur til Robba og fara í vaskinn og nuddið og allt það, sko? Nei, leið og ferð út úr íbúðinni, þá ertu að vera með hárkollu. Já, byrju, Ætlar að fá Robba heim? En byrju, hárið verður þá bara, venjulega hárið komin á raskat eftir 10 ár? Nei, bara fara Robba heim tíðin þá. Rábart, það er ekki vaskur þar. Eru þið Robbi mjög ná? Ekki með vask heima þær? Ekki svona sem ég halla mér aftur í og fæ massage. Þú fær 30 milljónir, þú getur nú keypt nokkar þannig. Ég var í morgun í strípum í vaskinum og var í vaskinum hjá Robba. Nei, hringi ykkur sem er ekki sama. Aldrei liðið betur. Eru þið svona nánir? Ertu hjá honum annarkur dag í strípum? Annarkvæmt första klukkan 10. Ætlaði að svara spurningunni? Ég ætla að setja já á þetta. Þú Steindi segir já. Ég þarf þið miður að segja nei. Ég get ekki farið í klippingu og farið í vaskinn, þá er það bara búið. Já, einmitt. Og ég þá bara að kveðja hennan heim. Er þetta búið á mér? Ég get það ekki, sko. Fyrir mér er þetta bara svolítið einfalt. Ég er með svona músagrátt hár, svona luppa. Og ég meina, er það eitthvað til að halda í? Steindi segir já, Egill segir nei. Þetta við gerst áður hér. Svo er það næsta. Mætti ég setjast á andlitið á okkur fyrir 300.000. Akkur ertu óiparast það? Akkur ertu með þetta? Hvað er líka spartur á þér kemur á andlitið á mér? Nákvæmlega. Hvað? Skjóttu 3 svar. Raskatöður. Ég sest á andlitið. Við 300 kall. Ef þú veitir setjast á andlitið á okkur, þá hlýtur félagin að vera, þú veist, á kantinum. Á hökunni. Þú þarf ekki að lýsa þessu hérna í einhverju smáatriðum. Myndirðu taka 300 skallinum? Á hökunni? Þú veist, það fyrir eftir hvernig hann situr náttúrulega, en... Hvað heldur þið að segja? Mér finnst náttúrulega skipt öllu hvernig þú situr. Ertu að spá í það? Hvað hann? Ég myndi frekar að setja svo hlið þannig að sko pungurna var eiran á mér. Það myndi ekkert ónaða mig mjög mikið. Eista í eira, já, alltaf. En það fyrir eftir hvernig þú situr. Já, nei, Egill, ætla að byrja þér fyrir 300.000. 300.000? Þetta er svo rosalegt klink, sko. Þetta er rosalegt klink. Hvað voðal er þið ríkjum? Nei, en getur ekki hægt Er þetta bara klinkur eftir ákvæmna? 300.000? Nei, en þú veist, þetta er náttúrulega... Hvað ertu lengi á andlitinu á mér? 10 sek. 10 sek? Eitt kapnað? Nei, það getur ekki haldið. Ég er mjög lélur að halda mig annar. En værið þú til í þetta? Nei, ég er bara að spyrja ykkur. Ég tekur það 300 skall. 7 sekundur. Þá gerir Steindi það pottið. Ég er samt, sko, ég veit það ekki. Mér finnst þetta að vera helviti dirty, sko. Þú mætir ekki vera með gleraugun? Nei, ég myndi taka með gleraugun. En ef ég fengi að liggja á hlið, þannig að horfa, ef ég fengi, sko, ef eirað fær í rassinn, ekki nefið. Ok, þá er það síðasta og hún er, ekkert í svo sem svipundur, en þetta er eitthvað sem þið hafi gert áður
En myndið þið gera það aftur, er spurningin. Myndið þið drekka brjóstamjólk úr mömmu ykkar fyrir 5 milljónir? Úr mömmu okkar? Já. Þetta verður alltaf ógeðslega. Nei, er þetta ógeðslega? Þetta er bara eðlilegast í heimi, Steindi. En ekki brjóstur á mömmu okkar á þessum aldri. Hvar drakst það þessi krakki? Varstu þið á nágrannanum? Ég verð 30 í desember, sko. En ef þetta væri bara einhver kona út í bæ. Nei, mammaðin. Já, sko, en ef þetta væri bara einhver kona út í bæ, bara Stína í Hafnarfirði, alltaf. Af því að ég þekki hann ekki og það er ekkert svona, ég myndi bara mæta og fara eftir það, strax. En þetta er mamma manns. Þú hefur gert þetta áður, sko. Þess vegna er þessi spurning ekkert svo ógeðsleg. Ég var að spája á hvernig þetta væri eitthvað of dirty, en það er ekkert eðlilegur í heiminum. Jú, það er mjög óeðlilegt að gera þetta þessum aldri. Þessi betur fyrir mamma, manum maður ekki eftir þessum árum blöð? Nei, það ánáttúrulega ekkert að vera æskumynding, sko. Egil, myndið þú sjúga tókundar af mömmuðinni fyrir, hvað var þetta mikið? Þetta eru 5 milljónir. 5 milljónir, 5 kúlur. Þetta er bara svo lítið peningur og þetta er, nei. Þetta er basically 2,5 mann því að mammaðin hlýtur að taka helmingin. En það mætti tala við hann það og díla? Já, mátt víla og díla það mútu. Ég þarf að henda nei á þetta. Oft hefur þetta þannig að við mættum ekkert eiga í samskipti við foreldrarna. Þetta er líka bara ráðast að brjósta það. Það var akkurat sem var að hræða mig svolítið. Líka óþælt umræðinni. Já, Steindi, við höfum svona klárum þá bara þetta óþægileg umræðinni. Er þetta já eða nei hjá þér? Ef hún, ég geti séð fyrir mér að fá, ég myndi lækka mig í pening. Aðeins, ef hún fengi að spraut í glas eða eitthvað. Þetta er komið gott. En það ekki, þetta er ógeðslegt. Glas? Þannig að er þetta nei hjá þér? Já, þetta er nei, þetta er ógeðslegt, þetta er nei. En fyrir 100? 100 milljónir? Já, alltaf. Þetta lag er bara ekki það gott, sko. Er þetta upp á slæðið þitt? Nú, þess vegna hún þetta 100 miljón views á viku. Já, það er bara ekki það góð. Nei, það er líka út af þessu vídeói K.O. frá Nicki Minaj á Thick Blondell. K.O. Þetta 100 miljón views á nokkuð dögum. Já, það er út af vídeónu, sko. K.O. Það er ekki út af læginu. Finnst þér þetta geggja lag? Oh my god. Look at her. Mér finnst það frábært. Ég er mikill Nicki Minaj maður. Já, reyndar, sko, Nicki Minaj er geggjaður rappari. Það er Steindi leitt mér að heyra mörg góð rapplög sem er henni. Já, hún er meistari, hún er humoristi, hún er að grilla eins í liðinu, þessi vídeo, hún er aðeins að hræri í liðinu. Já, hún er aðeins að hræri í liðinu, en við erum að hlusta hér á FM 95 Blöð. Kæru hlustendur, það styttist í spurt og svarað, íslensk slúður, sturla staðreyndir og svo er það nýja liðurinn mínúta í helviti. Það verður eitthvað. Já, Steindi Junior er með spátumshotn og bara ég var að spá, ég hef ekki bara fara í það núna, Steindi, þetta spátumshotn. Ég er til. Bara að klára það. Hendur greið núna bara. Já, er það ekki bara. Og hvað ertu að fara að gera? Þetta var að spá fyrir bara mér, ekki Agli. Nei, ég er bara að spá fyrir þér. Já, ok, og hvað á ég að gera? Herru, ég er ekki búin að hugsa þetta svona í gegn, sko. Ég ætla bara aðeins að spá fyrir þér. Ok, og sjáum bara hvert það leiðir. Já, þannig að, og það er bara ég, ekki Egill. Mér finnst það bara að vera þú. Er það ekki? Ertu kvíðin það? Já, ég er til, hvað á ég að gera? Býtu. Ok, ég sé hérna. Ég sé hérna að þú eru á 2 alvöru kærustur sem hefur verið með í ákveðin tíma. 2 alvöru kærustur. Sérðu það, hvað meina, þú veist það? Ég sé það hérna. Sérðu það, þú veist það, ég hef átt bara 2 kærustur. Þú fílar pítsur, ég sé það, þú fílar pítsu. Er það rétt hjá mér? Er það eitthvað veikur, þú veist ég elskar pítsunar. Býtu, þú fegst þér meat and cheese síðast er það ekki? Domino's meat and cheese. Með þér ekki, býtu, þetta, þú ert ekki að spá fyrir mér, vitleysingurinn. Ég var að geta með þér meat and cheese í gær. Býtu, ég er að sjá þetta. Ég sé að þið leið hræðilega. Þið leið hræðilega þegar þú mistir hárið. Þú vildir halda hárinu úti. Hvaða leiðindar ógeðslega í dagskrárliðu. Þú sagðist alltaf spá fyrir mér, Steindi. Þú ert að segja allt sem að hefur gerst. Þú ert bara að rifja upp fortíðina. Þið langaði að halda hárinu. Auðvitað langaði með að halda hárinu, en þú veist alveg, við höfum rætt þetta áður. Þið finnst gaman að spila, er það ekki? Ég sé það, þið finnst gaman að spila. Fjárhættuspil. Nei, jú, já, bara þetta er ekki að spá, Steindi. Býtu, hvað er ég að sjá hérna? Býtu. Ertu að sjá, þú ert að segja allt sem að hefur gerst, vitleysingur. Varst á Benidorm fyrir stuttu? Hegiðu, þú varst það líka. Varst á Benidorm fyrir stuttu, án gríns, ég sé það hérna. Herðu, ef þetta er spáhotnið þitt, þá er það mest að kjafta þessi ég lendi í, af því að þú ert ekki að spá fyrir mér. Það strækilega þetta. Það strækilega það. Þú ert ekki að spá fyrir mér. Þú ert að segja bara allt sem hefur gerst og allt sem þú veist. Þú þekkir mig það vel. Býtu, ég er að sjá, herðu, þú ert að skemmta í kvöld. Já, ég er skemmt. Þú veist það, herðu, þetta er bara sleppum með svo hodni. Þetta er glata. Ég sé að þú ert að skemmta í kvöld. Já, ég er að skemmta í kvöld. Ég sagði þér áðan. Akkur er þetta á efastu mig? Akkur
Þú ert að segja allt sem þú veist. Þú ert að tala bara fortíðina. Þú ert að vera eitthvað pirraður, ég finn það, ég sé það. Jæja, við gáum þessum nýja liðan Steinda smá séns. Þetta bara, ég get séð framtíðina líka. Nú? Já, þessi liður verður aldrei aftur. Taktu, sumartilboð, Osborgari og kók á aðeins 699 krónur. Já, ég sagði 699 krónur. Vodafone Red komið í frelsi. Gagnamat með mínútum, ótakmörkuðum SMS-um og buffer. Þú þarft ekkert annað. Vodafone. Skemmtigarðurinn auglýsir. Ertu búinn að skipuleggja hvataferðina ykkar í haust? Skemmtigarðurinn með fjöldategund af hvataferðum fyrir þinn hóp. Kíktu á skemmtigarður.is og skoðaðu málið. Skemmtigarður.is, 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 skemmtigarður.is. Lavabarinn. Happy hour frá 6 til 10. Lavabarinn. Nú erum við líka á Bíldshöfða. Safran. Þegar fólk í smá krísu og byrjar aftur að hugsa útlitið. Hollustan býr í hringnum. Seriós. Nýji IKEA vörulistin kominn og nú lækkar verð á öllum húsbúnaði í versluninni. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Nú Fréttablaðið komið yfir 32.000 spjaldtölvur og snjallsíma. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. Borgarleikhúsið kynnir nýtt fjörlegt og framsækið leikár. Áskriftarkort tryggir þér 4 sýningar að eigin vali á besta verðinu. Hringdu í síma 5688000 eða farðu á borgarleikhús.is og tryggðu þér áskrift. Borgarleikhúsið. Útsölusprengja Sút, Reykjavík. Rýmum fyrir nýjum vörum og ljúkum útsölunni á sunnudag. Nú 50 til 60% afsláttur af allri útsöluvöru. Velkomin í Sút, Reykjavík. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick. Cause it's a fatal attraction, so I take it all. We're listening to 95.7 Oldham Blondale, Steintor Thrower and the Big Man. And the Big Man, já. Og það komið að... Varst að taka þetta ensku fyrir... The foreign fans. Our foreign fans. Þeir út allt. Það má ekki gleyma þeim. Nei, Gary Martin og einhver getur verið að hlusta. Já. En við erum hér í miklu stuði og if there are any foreign fans out there, thank you for listening. Ég segi bara tölum á ensku, bara alveg. Það mjög ensku. Þá stækkum við hópin. Allir Íslendingar kunna ensku. Nefndu einn sem kann ekki ensku frutan Steintor Thrower. Sveppi tæpu líka. Já, ég kann nú alveg ensku, en þetta ekki skrítin hugmynd? Mér finnst einmitt að við ættum að minka slúður. Ég að hugsa út fyrir bóksið. Það er mikið á útlendingum í Íslandi sem elskar gott radio. Ég heyrta frá mörgum sem, það eru margir sem að biðja mig að tala við þig, að minka slettuna þennar hér í þættinu. Hverjir eru það eiginlega? Það er bara fólki sem þykir vænt tungumáli. En það komið að sturluðum staðrendum. Komið að sturluðum staðrendum. Það voru ekki síðustu viku, þannig að það eru búin að fá pásu. Það er að koma feskarinn. Hljóta allir að vara til. Og það eru fínar í dag. Til að byrja þér á fyrstu, og þetta er eitthvað sem ég tengi við, mér finnst nú skemmtilega þessi. Eftir rifrildi hugsa 80% fólks gott svar sem það hefði vilja koma inn í rifrildið. Já. Þú veist, við fatta það eftir. Já, þú ert komin heim. Þá var það seint. Þekkja þetta ekki allir. Jó, þetta svolítið... Fyrir maður bara á leiðinni heim að keyra eða lappa í burtu, bara okkur hendi ég ekki sjálfur. Það minnir mér svolítið á Seinfeld, þetta er svona algjör George, the jerk store called. Það er svona alltaf með léleg svör, eitthvað. Það er máli. En þetta er reyndar, það er hægt að nýta þetta til dæmis í rifrildi á netinu. Þá má svarið koma þá bara eins og að vera offline. Já, sko, já. En sko, ef þú ert samt að rífast við einhvern á netinu sem ég segja að sé mest að þvæla í heimi og enginn eigi að gera það, því að það er bara, það er vont fyrir alla. Já. En hérna, þá náttúrulega sést alltaf, sko, þessi kommentaði kannski fyrir 15 mínútum, þessi 20, þú svarið kemur svolítið seint. Já, þarf að vera nokkuð spontant, sko. Það er máli. Er eitthvað, svo hérna áður ég held áfram, er eitthvað leiðilegra en að vera í rifrildi og þú byrjar áttaði á því svona inn í rifrildina, þú hefur rangt fyrir þér? Já.
er til verri tilfinning. Nei, en þá átt að gera eins og Dóri D.N.A. gerir. Þá byrjar hann bara að ljúga og búa til staðreyndir. Af því að þú veist, hann veit alveg að það nennir enginn að fara á Wikipedia og Google eitthvað og það nennir því enginn að vilja allir bara sleppa. Já, maður á ekki að gefast upp. Nei, þú átt ekki að gefast upp og bara byrja að bulla eitthvað. Ok. Þetta er allt í lagi og ég er fín eru algengustu lygar heims. Það segja bara, þetta er allt í lagi. Já. Og líka bara, hvernig ertu? Ég er fín. Eða, veist, ég er fín. Já. Þetta eru algengustu lygar heims. Já, spurðu hvernig ég er núna. Hvernig ertu? Mér líður bara áglefi bara. Aldrei þreytt, aldrei. Það er, hann var ekki að ljúga það. Mér líður bara áglefi bara. Ég er í stuði, þú heyrið það. Já. En hann var ekki að ljúga því. Ég kem alltaf með þennan því ég er í stuði. Hann var í það miklu stuði þarna hjá henni Unni. Já. Að hann bara gæti ekki komið út úr sig. Hvernig væri að bjóða mér líður bara á hefbrabra. Akkur fáu ekki Villa í þáttinn? Já, það heitir hann Villi. Já, mér sýndist það á klippunni. Ég held að hann sé búin að fá að heyra þetta alveg nokkur svona frá félögunum, sko. Já. Svo er það hér næsta og þessi finnst mér skemmtileg. Robert De Niro eyddi $20,000 eða 2,5 milljónum í tannlækniskostnað í að láta eyðileggja í sig tennurnar fyrir Cape Fear og sami tannlæknir lagaði þær svo aftur. Ok. Segðu hvað mennur Ertu þá ekki aðeins að tapa þeirra? Jó, þú byrja að láta rústa. En ég hefði nú haldið að það væri hægt að fá bara, þú veist, bara að væri komið það gott make-up og prop, þú veist, það væri hægt að taka stelliðir bara og rústa þið bara með brellum, skilur. Já, Keifir er náttúrulega gömul mynd, sko. Já, en ég minnst alltaf svo gaman að heyra svona. Minnst magnað hvað þessir bestu, þeir lifa sér alveg, fara alveg inn í karakter, þeir láta bara rústa tönnunum í sig. Já, en nú Íslandingar eru farin að gera þetta. Þorsteinn Bachmann fór alla leið í Vonastrætinu og Jónas Haukur, hann náttúrulega hann var aðalega Damon Younger sem fór alveg all in sem var bara, hann var method acting sem hann var karakterinn heima á sér og þegar tökum var hætt. En er ekki svolítið hættulegt þegar Damon Younger er method acting og er karakterinn heima á sér þegar hann að leika allræmdan glæpamann? Jú, en hann ákvað að fara í þetta. Og hvað, var hann þá að fara bara mæti í partí? Hann sagði bara við kæristuna, hörðu hérna, ég sé þetta mánuð? Nei. En ég meina, Jón Gnarr gerði þetta í rauninni líka með Bjartfriðarsson og með Georg Bjartfriðarsson, alla seríu. Það er alveg rétt, íslenski leikar er að taka þetta Christian Bale hefur verið að vinna með þetta líka. Já, Christian Bale er náttúrulega bara besti leikar allra tími. Ég myndi fara á Turtles ef Christian Bale var í henni, sko. Ég ætla á Turtles. Akkur vil ekki fara á Turtles? Ég er að fara á Turtles, sko. Ég er í bið. Gæti spilað inn í þessi 34 og engin börn. Nei, en þetta er ekki babymynd, sack of shit. Michael Bay með Turtles. Þetta er ekki babymynd. Nei, ok, þið félagarnir ekki. They're grown-up people. Við förum á hana. Ég er klár. Næsta staðarind er ekki skjaldbökur, heldur sæhesta. Sæhestar, they made for life. Veit ég hvað ég meina? Þeir eru með sama makanum alla ævi og eru með sama makanum allt sitt líf og halda í hala hvers annars þegar þeir ferðast. Þannig að sæhestar eru mjög romantískir og þetta er svona með því krútlegar sem ég heyrstali. Þetta er eins og þú myndir alltaf leiða Sigrúnu þegar þú ert að fara. Sverrir Bergman var í góður sæhestur. Já, ætli Sverrir Bergman ég er krabbi. Alltaf sé sæhestur. Já, ef það væri stjörnmerki þá væri hann sæhestur. Já, en þetta er alveg eins með mörgæsir líka, ekki? Jó, mörgæsir líka. Ég gerði daginn. Ég fann tálkaðan Sverrir Bergman. Ég fann gæja sem var heima í Íslandi sem heitir Sverrir Bergman. Hel skafin. Sko, svona mestalagi 3-4 og ég sagði við Sverrir allt niður þig, þú veist, einhver söngvari og þú veist, rosa big shot, búin að vera á topnum inn á Íslandi ykkur 20 ár spik, feitur, við hliðin á þessum Sverrir Bergman. Mundi þú láta viðgangastöðun, það var Auðun Blöndal 5-6% neðar þú í 40%? Það var bara einn annar Auðun Blöndal og hann er búin að kveðja, þannig að það er ekkert að fara að gerast. Er einhver pæling að taka Sverrir Bergman úr hópnum og kannski fá þennan nýja? Þessi feski ungi skapni Sverrir Bergman, ég væri til að gefa honum að sjö. Hann er feskur, ungur og mjög skapgaður. Skafin. Ætla hann getið sungið eins og Chubby Little Lover Boy. 100%. Svo er það næsta, það voru 14 íkornar handteknir í Íran 2007 fyrir njósnir. Þessi fórspil skemmtilega. Og er þetta staðfest? Já, það voru 14 íkornar handteknir í Íran 2007 fyrir njósnir. Hvað var gert þau? Er þeir í fangelsi í dag? Þetta er svo æðislega staðrind. Bara er þið, you're under arrest. Ég sé bara fyrir mig að vera að taka svona handlega, bara svona að setja aftur fyrir baka á íkornunum. Já, þetta er æðislega. Þetta er svona bad cop, good cop að tala við íkornuna. Þetta er ekki hvað er Ég ætla að neita að trúa þessu. Þetta er staðfest. Já. Svo er það hér, þessi finnst mér líka mjög skemmtileg, við erum að klára. Þetta finnst mér flott staðrind. Árið 1930 var Guinness 7. stærsta fyrirtæki heims. Já. Spáðið því? Það er búið í dag.
Já, það búið í dag. Það komin svo mörg fyrirtæki, en þetta ekki talangt síðan, 1930. Eru þið mikið í því að renna niður einum ísköldum Guinness? Þeir frétta Guinness væri hollastu bjór sem færð, já. Eru þið bara yfir höfuð að panta ykkur dökkan bjór? Mér finnst Guinness mjög góð. Ég hef ekki séð þið ofta með Guinness, ég sé drekka bjór svona líklega a gazillion times. Og ég hef ekki séð þið oft með Guinness. Það er nú ekki að ljúa okkur að setja Guinness maður. Nei, herru býttu, hugsaði samt núna eins og þegar við fórum að leik og svona síðast, þá pantaði ég alltaf Guinness. Já, ég sé þið einstaka sinnum, sko. Já, þú hefur alveg séð það. Pínir orðið í 1 og 1. Já, nei, mér finnst þetta gott, sko. Kynlíf virkar betur á karlmenn heldur en svefntöflur. Karlmenn eiga mjög auðvelt með að sofna eftir kynlíf, en þetta á ekki við konur. Já. Er þetta þá bara með talað hristing eða bara hvernig þá? Já, bara kynlíf virka betur á karlmenn heldur en svefntöflur. Já. Þannig að það er öfugt hjá konum. Bara kynlíf eða? Já, hvað, er það hæsast allir upp eða? Má ekki tala kynlíf í kynlíf? Nei, hann var að tala bara með sjálfum sér? Nei, svona, já, bara hristingur. Já, bara allt kynlíf. Hristingur kynlíf með sjálfu þig, sko. Já, þannig að ef þú ert andvaka þá geta menn bara hrist sig. Já, það er alltaf ekki. Ég veit það ekki, það á bara hjálpa held ég. Samkvæmt þessu. Ég bara spyrja. Ertu búin að vera eitthvað andvaka? Kallin ekkert að fá það heima? Egil er að beða mig að spyrja. Var Egil að beða mig að spyrja? Gott ég var að setja þetta yfir á perran. Svo var síðasta sturlaða staðurinn dagsins og það er svolítið til í þessu. Þetta er eitthvað sem við getum rætt aðeins. Því hrifnari sem þú ert af mannesku, því léttara er fyrir þá mannesku að láta þér hlæja. Og það er svo mikið til í þessu. Ef maður er skotin í stelpu, það er margt sem hún segir, maður bara skellir hlær, en ef þú væri ekki hrifin að henni, þá myndir þér ekki finnast að því að fyndi. Og þá er örugglega pottþétt við stelpur og strákar líka, sko. Bara lélegi brandar að verða fyndir? Nei, ég segi það nú kannski ekki. Nei. En þú veist, maður stendur sig ofta, ekkert ofta því, en ég hef actually farið yfir Facebook samræður hjá mér, þar sem ég bara svona herðu, hvað er ég búin að henda oft í ha-ha hérna? Já. Og það er ekki það fyndið, sko. Nei. Og maður bara við hvert einasta svar hjá mér bara byrjar á ha-ha. Það er ömurlegt. Já, það er ekki hægt. Þetta er ekki það fyndið. Nei. Þannig að, ekki að ég ætla að fara að opna með eitthvað meira hér með mínar Facebook-samræður. Þetta var fyrir stjórnlaðar staðarendir. Þennan förstu dag voru það ekki góð. Það voru bara mjög fínar. Ekki, allir sáttir. Algjörlega, mjög gott. Og ef þú ert eitthvað andvaka á Facebook, þá getur þú náttúrulega alltaf bara svæft þig. Já, bara svo. Með einu handtaki. Akkurat. Þú ert ekki til því eitthvað svona kirkjukjaftaði? I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Þú getur sendt okkur hugskeyti í 1911 eða sendt okkur SMS í 1911 úr símanuðinum næst þegar þú þarft lán. Ást, friður, SMS og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Jam Classic. Mest seldu Bluetooth-hátalarar í Bandaríkjónum. Litlir en ótrúlega kraftmiklir. Fást í Elko. Nýtt í bíó. Are you here? I just want to see my friend! Frá þeim sem farð okkur matmenn kemur bráðskemmtileg gamanmynd ómetalega vináttu. Owen Wilson og Zach Galifianakis fara á kostum í þessari skemmtilegu mynd. Look at her, slutty wicked stepmother. Are you here? Sýnd í Laugarásbíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Fyrir 320 kall og með smá heppni gætur þú rúndað í þínum eigin bíl sem þú hannaðir í bílaverksmiðjunni þinni í Suður-Frakklandi. Potturinn Eurojackpot stefnir í 6,6 milljarða. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Þér til mikillar ánægju þá hefur Sushi-barinn einnig opnað á Suðurlandsbraut 10. Rúllur í hárið, rúllur á disk. Rúllaðu til okkar í hráan fisk. Sushi-barinn, Laugavegi 2 og Suðurlandsbraut 10. Sími 552 44 44. Dansstudio World Class. Komdu í alvöru dansnám. Commercial og klassískir dansar. Haustön hefst 8. september. Upplýsingar á dansstudioworldclass.is. Paramount kynnir Teenage Mutant Ninja Turtles. Nýjasta mynd Michael Bay, Leonardo, Raphael, Donatello og Michelangelo. They're turtles. Is there anything else we should know about them? They're ninjas. Teenage Mutant Ninja Turtles komin í bíó. Sýnd í þrívídd í völdum kvikmyndahúsum. Fjölskylduhátíðin Megavika Dominos fer alltaf friðsamlega fram þar sem gestir og gangandi gæða sér á allskins góðgæti, enda af nógu að taka. Taktu þátt í gleðinni og pantaði með appi á dominos.is eða í síma 58-12345. Dominos. Ástin liggur í gegnum magan á maganum.
Bjóddu þínum maka upp á rómantíska þriggjarétta máltíð með vínglasi á veiðikofanum ásamt kokteil á lavabarnum. Verðið er 12.900 fyrir 2. Athugið að panta þar borð í síma 578 72 00. Veiðikofinn Lækjagötu. Dansstudio World Class. Komdu í alvöru dansnám. Commercial og klassískir dansar. Haustön hefst 8. september. Upplýsingar á dansstudioworldclass.is. Á Fresco er allt búið til frá grunni. Hollur skyndibiti sem bragð af. Nýr og spennandi veitingastæður. Fresco, Suðurlandsbraut 4. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Tölva er líflína. Tengingin sem opnar heim fullan af dásemdum, hashtagum og giffum. Þess vegna gerum við meira en að selja þér tölvu. Við kennum þér að þekkja hana og getum lagað hana ef örlögu lífsins leik hana grátt. Makland, Laugavegi 17. Þú finnur notaða bílinn á benni.is. Bílabúð Benna, notaðir bílar, Bíldsöfða og í Reykjanesbæ. FM 95 Blö í dag klukkan 4 til 6. Hárrétt FM 95 Blö frá 4 til 6. Við sitjum hér en ég, Steindi og Egill. Og já, við erum hálfnaði drengi, það er klukkutími eftir. Og já, það er líka nóg eftir. Það er nóg eftir og það er komið að spurt og svara, Egill. Erum við að fara í spurt og svara núna? Já. Yes. Ok. Hvað er búið að gerast? Ertu búin að fá mikið að tölvupóstum? Mikið að tölvupóstum. Þetta er bara, þetta er ekst með hverju vikunni. Já. Út af því að dagsskólinn er alltaf virtar og virtar með hverju vikunni. Já, láttum við þekkja. Fleiri tölvupóstum. Já. En byrjum á því push the button. Já, byrju hvað? Já, það er trailer. Ég gleymi þess alltaf. Þar var hann að vera bara í hvert skipt. Já, í hvert skipt. Ég er farin að fíla trailerin, ítt á play. Do you have a problem? Do you have a question? Ég er með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég er feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég er 30 og sköllóttur, menn er döfund að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Já, þá var allir konir í rave feeling. Spurt og svara er hafið. Þannig að sett mættu bara til landslíkan. Það er skelvilegt. Vákaður til að fara gott rave. Já. Vá. Núna bara? Já, bara skellaði bara. Það er nú förstu dagur. Í hvítan hlýraból með glowstick og rave. Banna að dæma. En já, ég með tvær spurningar. Ein er lengur en hinn. Ok. Og Mertu nú með eitthvað fest og skemmtilegt. Já, þetta er bara sem ég fæ sett. Komið í sama gamla bulli síðast. Nú. Yes. Já, ég byrja. Það byrja sem svona. Hey there, hot ass. Hot round muscular ass. Guð minn. Vá, þetta er mjög skrítin. Er þetta kona, hver er að senda þetta? Þetta er skrítin byrjun. Ég má mögulega halda áfram bara að lesa það. Já, maður spyrja, er þetta kona eða kall? Ég ætla að vona að þetta sé kona. Þetta er kall? Þetta er kall. Já. Hey there, hot ass. Jésús, almáttu. Já, hann byrja þetta svona. Sendu honum mail. Hvað heitir hann? Vöggur. Hæ? Vöggur. Vöggur? Já, Vöggur. Vöggur? Já. Er það nafn? Vöggur. Er það löglegt nafn? Það er löglegt nafn. Hann heitir... Hvað bara, Vöggur Árnason? Nei, Vöggur Hallbergsson. Æja, ok. Það heitir þetta. Já, klárum þetta. Já, hvað segir þú? Hvernig? Það byrjaði svona, já. Byrjaði hvað? Hey there, hot ass? Já, síðan segir hann hot round muscular ass. Og síðan segir hann hot, beautiful, firm, voluptuous, steel ass. Það vona sér fullur. Hann segir þess að ég bý á 11 heimilinu Grund. Þetta er gamalt maður, já. Ég er 83 ára gammal kallmaður. Hvað er 83 ára gammal kallmaður tala svona ill? Þú byrjar að vinna með gamla fólkið og það er miklu erfiðara fyrir þig að ljúga sem eldra fólk, sko. Hvað mennur? Eftir að segja mér 83 ára gammalt maður byrji brefið Hey there, hot ass. Round muscular ass. Já, hann er líklega með sjónvarpæðiki og internet, þannig að hann veit hvernig unga fólki talar, mæntarlega. Hvernig þetta tala? Vöggur. Já. Hvað er að ykkur? Þú vilt meina að Vöggur sé að reyna að koma sér inn í lingói hjá unga krökkunum? Já, ég myndi bara svona, ég er að geska hann, mæntarlega með internet þarna á Grund, sko. Já, ok. Hann segir, já, ég er 83 ára kallmaður og hann er greinlega býr á Grund.
Hinga til hefur mér bara liðið vel hérna. Good shit aðstæða hérna og gott starfsfólk og bara allt í fyrirmyndar. Nema hvað, mánudaginn síðasta fekk ég fréttir sem sögu úr mér lífsviljan. Núna vil ég bara kasta inn handklæðinu, þetta komið gott, nenni þessu kjaftaði ekki lengur. Veitu, ekki er þetta sama síðast. Ok, ég ætla ekki að stoppa það aftur í þessu bréfi. Ef þessi 83 ára gamli kallmaður er að glíma við sama vandamál og 70 ára gamli maðurinn hérna síðast sem að vildi líka kasta inn handklæðina þegar hann var að missa hárið, þá ertu veikur. Nei, ég er ekki að grínast, ég segi þetta bara, ertu eitthvað veikur, þá er eitthvað að þér, ertu að fara í sama brandarann eða? Ég hef ekki hugmynd, ég lesa eitthvað spurningu þetta. Ok, ákveð vill hann kasta inn handklæðina, þessi 83 ára gamli kallmaður sem að tala round muscular ass. Hann sagði líka að hann að vera good shit stemning á grundið þegar ekki, 83 ára, en ekki máli, prófa, lesta áfram. Ákveð vill vöggur kasta inn handklæðina? Hann good shit er lingo sem hann er ekkert að pikka auðvöld upp bara á hvaða netsíðu sem er sko. Alveg sammála. Já, þegar hún segir aldrei good shit. Og hérna, hvað var ég komin? Já, ég nenni þessu kjaftaði ekki lengur, segir hann. Ég er margótt búin að byrja hjúkundurnum að kippa mér úr sambandi, en það er ekkert hlustað á mig. Það er bara komið fram með mig eins og ég sé elli ær maður. Það er bara flókið að kippa mér úr sambandi eða? Hvað er í gangi hann? Ok, síðan segir hann það er ekki margir sem skilja hvernig mér líður. En það er einn maður hérna í stúdíunni sem getur mögulega að skilja mig. Hvort er ég að Steindi? Og það er Auðun Blöndal. Já, ég veist að þú ert með, nú er ég ekki að íkja út með þroska við 14 ára. Út með þroska við svona ágætlega greindan 14 ára dreng. Þetta gæti verið eitthvað annað. Nei, hvað heldur þetta sé? Hvað get ég tengt við 83 ára gamla kallmann? Ég set aðlegun hans í sköllóttur eða er að missa hárið og þess vegna vill hann láta kippa sér úr sambandi. Ég set allt undir. Kannski er þetta eitthvað annað, kannski. Sjáðu svo hlæja sjálfur, veistu það? Þú ert með greint á við 14 ára úling. Ég vil endilega halda af þá er ég með að segja bara að gera lítið úr 14 ára úlingum. Ég vil akkur vill vöggur láta kippa sér úr sambandi. Já, hvað er sem Auðun Blöndal getur hjálpa hann með? Skrítans getur ekki bara kallað með blöðpúp eins og hinn að það svo 79 ára. Hvað segir vöggur? Hann segir, mér var sérst að tjá það á mánudaginn að hárið væri farið. Hvað var maður að segja? Hann grínst. Maður er bara með smápattinn í stúdíu. Klárum bara spurninguna. Þú ert að taka sama brandarann og þú varst með í síðustu viku. Í síðustu viku þá var eitthvað 79 ára gamall kallmaður sem vildi deyja því hann var að missa hárið eða ekki. Það var 67 ára. Já, og þessi bara líka. Nefnum hann aðeins eldri. Þessi er 83 ára og býr á Grönd. Vá maður, þetta er hægt. Þú ert bara að segja saman. Þetta er sér spurningin. Já, ok, hann að missa hárið, vil taka svo sambandi og ég get hjálpa honum. Spurningin er ekki svona búinn, sko. Næ, hvað gæti bæst þarna með? Er hann líka feitur og þarf að tala við Steinda eða? Nei, ég segir það bara hérna, ég segir það bara, núna er þetta bara búið. Ég vil að mér sé kipt úr sambandi. Ég ætla ekki að vera labbað hérna gangandi svo titlingum með eru. Það kemur ekkert í greina. Hvað? Auðvitað er að bugast, hann er að sturlast Hann er að segja alltaf saman og síðast. Er þetta ekki að heyra þetta? Jú, ég er að heyra þetta. Það er líkt þess og síðast. En eins og ég segi Hinn var líka að tala um að hann var eins og titlingum meiru. Já, en hann færi þetta alltaf. Og fyrir utan það, er ég eins og titlingum meiru? Líðið þannig til orður á mig. En hann er náttúrulega að fá þetta sent. Já, hann er einmitt að fá þetta sent. Já, þú ert þannig að trúa því. Já, en þú veist, þú ert ekki svo titlingu. Við hættum. Þú ert ekki svo titlingu. Þú ert ekki svo titlingu. Ef þú getur ekki uppgreita grínið viku eftir viku, þetta er einu sinni viku, þetta er ekki á hverjum degi. Þú hefur viku til að uppgreita grínið þitt og þú þarfst að taka það saman að breyta nafn og aldur, þá verður þau bara hætta með spurt og svara. En þú lítur ekki út eins og titlingu meira. Nei, þakka þér. Meira eins og Rollan. Hann segir þetta getur spurt Auðun vinnin aðeins út í þetta? Kveði með kærleiks kveðju, vöggur. Hver er spurningin? Já, hann var að spá í hvernig, var einhver spurning? Nei, það sagði bara getur spurt hann eitthvað út í þetta? Út í hvað? Hann sé sköllóttum? Hann sé að missa hárið það? Ég veit það, hann segi endar þetta bara svona. Spurt hann aðeins út í þetta? Það verður að vera spurning, eða ekki? Getur þú að gefa hann eitthvað tips eða eitthvað? Æ, var ein spurning í dag eða tvær? Er önnur spurning? Já, ein stutt. Frá hverjum er hún? Beitir. Það er útlendingur. Beitir? Það er nafna. Ég heyr ekki eins og hvort að segja. Beitir. Beitir. Beitir með tíði. Beitir. Hvað er í þessari Pepsi Max dós? Er þetta fáðir eins? Hann er hérna... Út af því að mamma Beitir sem skýr hann Beitir þegar þú er að fá mér. Nei, ég er líka bara að hugsa síðasta bref hér. Það er bara saman grín. Sko, þetta er stuðspurning. Hann byrjar þetta bara svona nokkuð hefbundið, Settlement of Muscles and Inspiration. Síðan segir að mín spurninga til Stóni. Það til mín, já. Ég er mikið náhuga því að komast í fjölmiðla.
búið að vera draumur lengi og ég ákvað að kopja leiðina hans Stóni í þessu. Fara sömu leið og hann. Ég mikið fyrir það chilla baka sjoppur með Síko og Slotts. Það ekkert nýtt í þessu heldur. Ég búin að bæta með 30 kílóm and counting. En hvað þurftið þú, Stóni, að býða lengi eftir þínu tækifæri, hverja beitir? Þetta sést bara... Jésús minn. Þetta bara... Andra svara þessu. Það ég að svara þessu. Hvað beiðstu lengi eftir tækifærinu? Svaraði beiti. Sko, á ég alveg að svara þessu? Get ég svara þessu? Á ég að svara þessu? Þetta var síðast að spurt og svaraði ekki. Það ekki bara málið, þú verðist ekki að uppgreita your material. Þetta hlýtur að vera búið bara. Lífsförun nautar þeirra hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi Djún, Egill Einars og Öddi Blöð með ykkur og við ætlum að vera til 6. Það er, tæpu klukkutíma eftir og Egill ángríns áður við höldum áfram. Þetta er ekki hægt, þú verður að fara, nú þarf þetta að fara, sko, spurt og svara. Þetta er bara, vort með Samu í síðustu viku, þetta er hægt. Þetta er sikkur spurningin. Já, en þú færði þetta líka sent. Ég skil ekki þessa gagnrýni sem ég er að fá hérna. Og færði þetta líka sent. Ég færði þetta sent. Ég er líka ánægð með M&M, hann er fyrirgefað mömmu sinni. Maður aldrei að vera full út í mömmu sinni. Nei, alls ekki. Hann þarf að bara syngja um eitthvað annað í mömmu sinni, sko. Og fyrirhandi kona sinni. Það verður að þreytta því hann að syngja svolítið um það sama. Hann verður að gera það sig. Segir maðurinn sem var með nákvæmlega sama grín núna og hann var með fyrir viku síðan. Ég fekk 2 spurningar sendar. Þessi gæi á þeim grund, hinn ekki. Já, ok, það var munurinn semst. Já. En það, strákar, það er nóg framöndan. Hvað er að fara að gerast þetta núna eftir? Blood tells it all er eftir. Blood tells it all eftir. Það er veist, ég get ekki betur að vera það sko. Nei. Hann er búin að kvíslaði mér, það verður mjög fest. Ég ætla bara að fá það hreint, er þetta satt eða ekki? Ég ætla að ná þér í beitnu eftir. Ég ætla ekki að láta það, þegar ég segir þetta of því þá segir þú að þetta sé ekki að fara lofti. Ég ætla ekki að láta að tala með af því. Nú er þetta eitthvað svona vond. Það má ekki vera ljótt. Þú veist, nei. Þeir voru að sko fetu klípa mig hérna í síðustu viku og ég vissi ekki að því. 28,5, það er nú bara nokkuð gott. Takk fyrir að reyfja það upp. Þú varst 28,5% fyrra. Já. Þú ert næst í 1/3 líkamanniðinu með skvabb. Ég næ að fela það vel ykkur með en ég er svona allur jafn bústinn. Þetta leggst ekki bara á aðra raskinn og... Þetta fer út um allt, já. Þetta fer út um allt. Sverrir Bergmann, vinnur okkar, ekki tálkaði Sverrir Bergmann, heldur hinn, söngvarinn. Hann er hérna... B-útgáfan á Sverrir Bergmann. Bónus Bergmann. Bónus Bergmann. Hann er náttúrulega svolítið óöfn. Það er ekkert óöfn, eins og hann er eitthvað búin að tálka vel að sig núna. Þegar hann bætir á sig, þá fer það bara á rassinn og lærina. Hann verður svona eins og pera í lærina. Hann er svona vaxinn svo keila. Já, tekur svona keiluna. Þú ert sniður, þú dælir sér bara svona jæmt og þétt yfir allt líka. Já, ég fæ þetta svona jæmt og þétt bara, sko. Þú ert mjög heppið með það. En það sem er framöndan hér, strax eftir auglýsingar, þá eru að fara í 9. dagskráralið sem að heitir Mínúta í helvíti. Ok, ég er ekkert að grínast. Þetta, ég er mjög kvíðin fyrir því. Já. Ég er ekki grínast þig, ég er mjög kvíðin fyrir því. Og við eigum að byrja, ég og þú, að því. Ég er þetta viðkjörni, ég hlakka svolítið til að fara í næstu viku, ég verði viðkjörni. Tala dóna við gott annan í mínúti. Það er hér eftir auglýsingar og já, þetta Blöð tells it all og svo eigum við líka inn í íslensk slúður og fleira. Íslenska slúðrið er brakandi fæst í dag. Ég er búin að fá mikið af tölvupóstum, mikið af þeim og ég er að segja það, sko, íslensk celeb í gæsalöfum, þekktir einstaklingar á Íslandi eru með allt lóðrétt niður þessa dagana og það kemur ljósinn í slúruna þér. Heyri það, ég er þetta smá, en auglýsingar og svo 9. dagskrárliðin, Mínúta í helvíti, ekki missa því. Gaga eða Britney? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Verið frumleg og gerið ykkar eigið salat á Fresco. Borðið á staðnum eða takið með. Ferskleikinn er allsráðandi á Fresco. Fresco, Suðurlandsbraut 4. Ertu að hugsa að skella þér í bíó? Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Nánari upplýsingar á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Nú er skólastemning í Kringlunni. Allt sem þarf fyrir skólan á einum stað. Kringlan, af öllu hjarta. Yellow Boots. Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Veislan er hafin. Allir leikir í enska í beinni á Risaskjá. English Pub Reykjavík. English Pub Hafnarfirði. Í dag föstudag er bátur dagsins túnfiskbátur. Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Snjallsímagreiðslur eru komnar til að vera. Náið í Pingju-appið. Einfaldari og skemmtilegri leið til að versla. Allt pingjuna á pingjan.is. Alvöru hjólaútsala í GAP Faxafinni. Ekki missa af henni. GAP.is. Að bíða eftir því að ná hól í höggi
krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Útsölusprengja Sút, Reykjavík. Rýmum fyrir nýjum vörum og ljúkum útsölunni á sunnudag. Nú 50-60% afsláttur af allri útsöluvöru. Velkomin í Sút, Reykjavík. Eitt mesta úrval landsins af fartölum fyrir skólan fæst í tölvulistanum. Þú getur valið úr 80 gerðum af fartölum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer á lægra verði hjá okkur. Tölvulistinn. Borgarleikhúsið verður fullt af lífi helgina því það opið hús á laugardag milli 1 og 4. Kíktu við í Borgarleikhúsið. Í dag 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Hjól fyrir alla fjölskylduna á alvöru hjólaútsölu í GAP Faxafinni. GAP.is. Kofinn kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Partition, please. FM 95 Blö á FM 957. Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson. Akkur tókstu fullt nafn á mig, en svo var það að skamma mig. Já, ég sagði Blöndal og Egill Einarsson, fullt nafn á alla. En það komið á dagskrárlið sem já, ég búinn að kvíða persónulega. Já, ég sömuleiðis. Já, Egill, þetta Það eitthvað sem segir mér að Egill sé ekkert voðalega kvíðið. Það er ekki hlakkar í hún. Nei, ég sé bara ekki hvað erfitt við þetta, hvað flókið við þetta. Þetta dagskrárliðurinn Mínúta í helvíti. Og hann gengur út á það að við setjum tíman á stað. Og já, við ætlum að byrja, það ég og Steindi sem byrjum að því að þú ert svo að fara í smá frí út á þáttunum. Ok, hvernig, Þú ert heppin, þú ert að fara í frí, ég þarf að taka þetta með Agli í næstu viku. Já sko, málið að það verður miklu þægilegra. Hún finnst þetta þægilegt. Þetta er ekki challenge fyrir hann. Heldur að það verður þægilegt fyrir mig, hvað þetta er létt fyrir hann. Ég kvíði meira að gera þetta með Agli en þér, þannig að við ætlum að byrja Steindi. Ok, við erum basically að fara bara að tala dörst yfir hvern annan í mínútu. Já, bara tala dónalega við hvern annan í eina mínútu. Eins og við séum bara saman í rúminu. Já. Og þessi hugmynd kom hérna en daginn því að það voru að tala hvað Steindi var að segja rúminu eitthvað og ég strax svona kvíðin, ég tilbúin klukkuna. Hversu, þú veist, þú veist, hvar erum við? Erum við heima á mér eða þér? Skipti það máli? Ertu að byrja að ímynda þér aðstæði? Ég meina, maður þarf að setja sig í þetta, eða ekki? Já, við leggjum bara á nesinu hjá mér. Við erum bara hann upp í rúmi. Ok, þú byrjar þetta bara. En byrju, ætlað þú að fara einbyttar og sért allsberð? Nei, ég bara, þú veist, ég á mjög erfitt með þetta. Nei, ég myndi að segja. Ég á mjög erfitt með þetta, ég veit ekki hérna, ég á mjög erfitt með þetta. En verður þið ekki að horfa á hvort? Ég hef aldrei, nei, við ætlum ekki að horfa á hvort annan, glimtu því. En við erum að fara að tala dólar. Já, við ætlum ekki að horfa á hvort annan, akkur ættum við að gera það? En herðu, málið er það, ég hef aldrei, þú veist, ok, verður nú hreinskilinn. Þú verður að horfa í augun á honum með hann. Þú verður að horfa í augun, annars hvað, talar dónalega eitthvað og horfur á gólfið með hana? Þú verður að vera eye contact. Þú verður að vera. Og sko, ok, þetta verður eye contact. Rólegur Þetta er bara að snúa mér þetta við. Ég er að horfa á hann. Herðu, ok, byrju, ég ætla bara að segja þér alveg satt, ég hef aldrei gert neitt svona áður. Þú ert típan, þú hefur kannski gert þetta áður. Ég myndi ekkert, ég hef sagt áður, það er ekkert sem ég leynir hlustendur mínum. Ég elska hlustendur og ég segi þeim allt. Ég er ekkert voðalega mikið því að tala dónalega, sko. Nei. Og eiginlega bara ekkert. Nei. Þannig að þetta verður alveg að næra eftir mig og þig, sko. Ég er eitthvað besta, strákar. Ok, þú byrjar þetta. Ég er bara með tíman hérna. Ég er að byrja að segja eitthvað og ég byrja að segja þig. Ég ætla að breyta röddinni. Ég ætla að vera djúbrataður. Nei, ekki bara að gera þetta verra. Verður bara þú. Það voru þetta allavega krútlegt. Krútlegt, þetta var aldrei krútlegt. Aldrei. En býtu hvað, erum við dónaleg? Akkur erum við að þessu? Þú veist, ég skil ekki. Þetta er ekki fyndið. Þetta er ekki fyndið. En þegar við erum að tala dónalega, er ég að fara að segja þá ljóta hluti Steindi, er ég að segja við hann bara eins og ég sé ástfangin á hann? Það er eftir hvernig þú tala dónalega. Ástfangin á hann? Það er ekki að tala dónalega og segja þessi ástfangin. Þú varst að dissa mig að vera búin að ímynda mér að sem á nesinu og eitthvað svona og svo varst þú að vera ástfangin á mér. Ég er að koma mér í gýrin. Það er ekki að tökta. Við skulum ekki koma okkur inn í gýr. Við skulum bara gera þetta. Byrjum þetta bara, ég er með tíma, lettu til.
Og ég byrja að segja eitthvað við þig. Nei, ég ætla ekki að byrja, sko. Ok, ég skal byrja með þig, þetta er til. 1, 2, heyr og tímur komin í gang. Gott að hann hlungur þinn og sest á handlitið á hann. Sest á handlitið á hann hlungur þinn. Drullaði hún narjónum alltaf. Tussaðinn. Hvað? Kottu hérna, bakkaði á mig, hitlega, kottu. Bakkaði á hann, þú veist hvað ég vil. Flengdu mig, hórkall. Flengdu mig. Ég geti þetta ekki. Hættu mig svo bara, þetta er orðið vandræðilegt, sko. Ég er að svitna á bakinu, sko. Hendur bara í næstu setningu. Lemdu mig kleinaðinn, kottu, lemdu mig. Þegiðu. Þegiðu sjálfur, já, þegiðu það. Segðu mér að þegja. Hrækt á bakið maður og kallaði mig Kristínu. Segðu mér að halda kjafti. Vistu það, ég get þetta ekki. Ángrís, ég get þetta ekki. Það er þetta ekki bara búið. Ég get þetta ekki. Það eru 10 sekúndur eftir. Já, það er 10. Já, 10, já, svo er ég hættur. Takk það að gleruðun ógeðið þetta og rýttu mig. Vistu það, ég get það er bara, þegiðu bara. Þetta er að versta sem ég hef gert á bara ferlinum, sko. Þetta er eitthvað, sérðu svita, sérðu hvað hlakkar í agli. Það hlakkar til í næstu viku. Nei, þú ert í næstu viku, veist það. Þetta var mínúta í helviti og þetta er eitt erfiðasta sem ég hef gert í útvarpi. Nei, þetta var ógeðslega. Þetta var viðbjöður. Eigum við ekki bara að hætta mér alveg? Jú, við gerum þetta. Jesus. Gila flott lag. Þið verið að hlusta hér á FM 95 blöðum. Við erum að jafna okkur til nýja dagskáliðin mínúta í helviti. Þetta var að versta sem ég hef gert. Þetta getur þetta endur skoðan en dagskáliðin. Ég held að fólk hafa allt gaman að þessu. Það málinn. Ég hlakka til að heyra í agli í næstu viku. Ég held að hann muni brillera. Ég hlakka ekki til. Ég er að pakka þau saman. Þú ert að fara að vera á mótornum. En þú gæti alltaf sett gestin á mótornum. Já, reyndar, ég gæti. Þú gæti sloppið. Já, Steindir að fara í nokkra vegna frí út af þáttunum sínum. Verður að vera blöð. Já, það verður að vera, það er enda rétt, þú verður að fara á móti agli í þessu. Það verður vont en það er hins vegar komið að dagskrálið hér sem að kallast Íslenskt slúður. Já, það er komið að slúðurinu. Eins og alltaf vil ég taka fram að ég ber enga ábyrgð á þessu slúður. Þetta er dagskrálið sem að Steinþór Hróar Steinþórsson sér þannig ef það er einhver sem þarf að láta í sér heyra eða kæra þá talið við hann. Mér finnst þetta orðið mjög óþægilegt þegar þú opnar þetta alltaf svona. Ég beði hann að gera það. Já, en mér finnst þetta bara óþægilegt. Egil, er það ekki? Jú. Finnst þetta ekki skrítin opnum? Mjög. Erum við ekki í þessu saman? Sko, málið er Hvað ertu með slúðurinn? Við erum allir saman í þessu með þennan þáttina. Það rignir inn tölvupóstum eða ekki? Það rignir inn tölvupóstum og ég þarf að taka, ég er sendibóði. Það er bannað að skjóta sendibóði. Þú ert að lesa e-mail. En það er komið að íslensku slúðri og það er hárrétti af Auðun Blöndal og það er brakandi fest í dag, ég get lofa eitthvað því. En þetta eru 3 mólar eins og alltaf. Eins og alltaf, já. Og ég ætla að byrja bara, ég er svolítið spenntur, ég ætla bara að vinda mér í þetta. Og fyrsti móli, fyrsta slúðri, það er Ásgeir Kolbeins. Það er Ásgeir, hann er nú ekki verið hér áður. Góð vinur þáttanins Ásgeir Kolbeinsson og hann er aldrei verið það? Nei, heyrðu, hann hefur aldrei verið. Nei. Haga sig líka eins og maður. Já, en þetta er dagsatt dæmi sem ég er að fara að lesa þetta. Þetta eru mörg vitni og ég fekk allavega 3 eða 4 mismunandi tölvupósta með þessu slúðri. En það vita nú ekki margir, þetta vita ekki margir, en Ásgeir er háður rassamæli. Það er bara svolítið. Er hann háður rassamæli? Hann er háður rassamæli og hann var vist, hann var rassamældu mikið sem krakki. Og hann var svona einn af þessum krökkum sem svona greip allar pestir. Hann var svona mikið lasinn og var alltaf rassamældur af því að hann eyrnamælirinn virkaði ekki. Það er líka áreiðanlegast. Já, algjörlega, mjög áreiðanlegast. Já, og eyrnamælirinn virkaði svolítið illa á hann af því að hann var með svolítið þröng eyru. Þröng eyru? Já, svona verður erfitt að mæla hann en hann var alltaf rassamældur og svo þroskaðist hann aldrei einhvern veginn upp úr þessu eða svona, þetta óksi ekki á honum hann hefur alltaf verið svona nett hræddur við pestir og flensur og svona eymsli í hálsi og svona hann heldur alltaf hans að vera slappur og konan hans búin að vera rassamælan í marga mánuði og er orðin bara þvílíkt þreytt á þessu hún er bara hætt að nenna þessu og núna síðustu helgi þá faraðu saman í partí á menninganótt og það voru allir að fá sér löflétt og svona, þú veist, og Ásgeir var komin hann í Jagerinn og þið veitir, þetta var bara fínt partí. Það er alltaf, er slúðrið þitt, er það sponsorið af Jagermeister eða? Það er annað hver maður alltaf komin í Jagerinn. Hann var bara búin að fá sér smá Jager, hann var líka búin að fá sér miklu meira, hann var búin að fá sér vodka og rom og þetta er engin spons í þessu, ég tek greinilega bara einn ábyrgð þessu. En það sitja allir svona í stofunni í þessu partí og hann er komin vel í glas. Kolbarinn og er svona byrjar að biðja lið að rassamæla sig
Jó, nei, og sko fólk hélt náttúrulega að hann væri bara að djóka og svona. En konan hans var farin að skammast sín mikið fyrir þessu, af því að hún vissi að þetta var ekkert grín og svona. Hvað, hann að vera að lappa partí að byrja allir bara hann var svona suð í liði, þú veist, þetta var orðið löngu orðið þreytt, hann var svona suða í liðinu, þú veist, sko hann stendur hérna og þú veist, erum við ekki fullorðið fólk hérna, segir hann. Veitu hvað, þetta eitthvað vesen að rassamæla kallinn? Ég potið með nokkra komur hérna, erum við ekki fullorðið fólk? Það segir svona, erum við ekki fullorðið fólk mikið, sko. Og svo gerðir hann niður sig og fer upp á stofuborði í partíinu. Mörg vitna þessu partí. Mörg vitni sem voru í partíinu og fer á 4 fætur upp á stofuborði og stingur rassamæli í rassinans. Og er svona að hlægjast, þetta er svo barnalegt. Nei, þetta er ekki barnalegt. Rassamælda sig sjálfur. Var þetta svona erfitt, segir hann? Erum við ekki fullorðið fólk? Erum við ekki fullorðið fólk hérna? Og fólk ætlaði ekki að trúa þessu. Og konan hans var að reyna að fá hann svona til að hætta þessu og nennir ykkur að lesa á hann fyrir mér. Hvað stendur á mælinu? Við erum fullorðið fólk, segir hann. Og hann var náttúrulega bara með 37 steg að hitta, kannski nokkra komið. Það var ekkert á honum. Þetta er mesta rugl sem ég heilt. Nennir ykkur skólan, segir hann. Við erum fullorðið fólk, segir hann. Hann var náttúrulega búin að fá sig. Svo leiðin í bæinn, þá var hann svona að reyna að rassamæla lið í taxanum. Og svo fóru náttúrulega allir á austur og þá var hann að biðja að rassamæla sig þar. Þetta er komið gott núna. Nei, ég rassamælti mig, ég rekði út, ég á hann á stað, ég rekði út. Við erum fullorðið fólk anskutin hafið að rassamælti mig. Þetta er að frétta að Kolbaranum í dag. Þetta var á menninganótt. Það var þvílíkt bara case. Af öllu sem þú hefur tekið í slúrunu, þá er þetta mest að kjafta þess við. Ég er að fá þetta sent, það er bara þannig. En ég ætla að vinda mér í næsta móla. Það er Erum við ekki fullorðið fólk? Já, hann var að vinna því. Fullorðið fólk. Rassamæla mig þetta. Eins og flesti vita, þá var raunveruleika þátturinn Georgie Shore tekin upp á Íslandi fyrir stuttu. Já, það var nú ekki góð landkynning. Nei, það var ekki góð landkynning. Og Georgie Shore þetta er svona breska, sleazy útgáfan af Jersey Shore. Hvernig, maður kom með innskotið. Hvernig fáið þú út að það var ekki góð landkynning? Hversu margir horni gæður og leiðninga í vél right now? Viltu bara reykja að verða eins og Benidorm með það? Nei, þetta er bara góð landkynning að sem að kukki með meira fólk og meira cash fyrir okkur. En fyrir þá sem vita ekkert hvað ég er að tala, þá er þetta basically þáttur nokkra stráka og nokkra stelpur sem búa saman og er að djamma út allt. Þetta er svona mjög slaftdæmi. Þetta er bara white trash. Já, sem ennú ekki frásöguferðandi. Nema hvað, það nú eru íslenska stelpur í paniki. Því þátturinn sem var tekin upp hérna á Íslandi fyrir stuttu, hann var sýndur í gær. Já. Og eina stelpun sem fór á kostum í þessum þætti er nú góð vinkun okkar allra, Unnur Eggertsdóttir. Nei, ekki að blanda henni greiðin í þetta. Hún er í þættinum og er að spila stórt hlutverk og þeir félagar hérna í Georgie Shore mættu hérna á B5 við mikinn fögnuð viðstæðra og Unnur var í essinu sínu en hún er hérna í þættinum þá stekkur hún strax á okkur gæja og fyrir beint í sleik inn á staðnum. Þetta er alveg ljótt sem út að segja núna fyrir þetta gæti verið satt að vita allir Ásgeir Kolbeins er ekki að hlaupa allan bæja að byrja fólk að rassamæla sig en Unnur Eggerts var ekkert í þessum þætti og vinkonuna dregur hana beint í burtu bara, hvað segir Unnur? Láttu ekki svona, þetta er bara slelli þetta má ekkert þetta er slelli, sagði hún og svo fer hún með gæjanum á barinn og pantar 2 ópalskot og gæjan svona kúast við þetta þá segir hún hérna a people of Iceland love to take that shot. Þetta er svona textað í þættinum og because it used to be a candy, segir hún við gaurinn. Hann svona er farin að reyna að forðast hana á staðnum og hún fór bara á næsta gaur og vinkona hennar, hún var á hann ofuröfli náttúrulega og vinkona dreifur hann svo í burti bara hætti þessu, hei, þetta er bara slelli hérna, má ekkert þetta fyrir á MTV þetta er MTV, það er bannað að dæma þetta, það eru kamerur hérna Ok, bara Unnur var ekki þarna, ég veit það, þetta er ljótt bara, vill að ég hafa kvött á það en þetta endast þannig að gaurið þurfti bara að drífa sig út af staðnum og hún og var svona eldaða og svona leita af þeim og þetta var bara vesen ég þarf að bakka upp Unni þarna því að það vita allir að Ásgeir var ekkit upp á borðið að rassamæla sjálfur hún er ekki þættin en þá fer ég í síðasta mólun síðasti mólin í slúrinu og það er minn maður, því miður enn og aftur, Valdi Björn Valdi Björn að taka við að eina Mikael hefur alls ekki, en þetta þú vilt ekki hafa hann on your bad side alls ekki, Valdarinn er minn maður hefur alltaf verið, en því miður, ég er sendibóðinn og ég verða að koma með þetta í lofti, en það er ekki margir sem vita að hann er mikill nammigrís Valdarinn, og hann er vist fátt betra en að bara chill upp í sófa með stóran bland í poka
Það nú ekkert að því, það nú ekki frá sig færandi einu sinni. En nema hvað, nammi orðið helviti dýrt í dag og stór bland í póki kostar, þú veist, 1500 kall eða eitthvað. En valtarinn er nú ekki ráðlaus og hann búinn að finna upp trikk sem svona, þau veit, það alltaf svona nammiviktir í búðum og í öllum sjoppum og hann farin að ganga, hann stútfyllir pókar sem nammi, þú veist, krítum, böngsum, bingokólum, saltpillum, allt þetta, hann elskar saltpillur. Svo gengur hann að viktinni og setur pókan upp á, tekur kortið úr veskinu og treður kortinu svona inn í viktina, eða svona í rauninni réttar að satt svona undir viktina. Til að svindla. Og þá skiptir engum máli hversu þungur pókin viktin gefur alltaf upp sömu töluna. Snillingur. Og svo núna daginn, og hann búinn að vera að stunda þetta, þetta reyndar algjör snild, en hann búinn að vera að stunda þetta og daginn gerði hann þetta í Snæland-vídeó og eigandinn var að vinna, fannst eitthvað skrítið að viktin væri biluð og eitthvað svona og var að skoða viktina betur, þetta var ekki alveg að stemma og sér veskið og valtarinn bara, náttúrulega með fullum munna nammi og verður bara að fara eftir viktinni, segir hann. Viktin lígur ekkert. Og eigandinn svona, heyrðu, þetta eitthvað skrítið og svona, hvað málið? Bara fara eftir viktinni og þetta 300 kall. Það slepptu 300 kall, segir hann. Og gæinn ekkert að nenn honum og ringir á lögguna. Svo mæta löggan hann og valtarinn náttúrulega bara, heyrðu, viktin ekkert að ljúga þetta. Þetta bara 300 kall og byrjar að íti löggunnar. Ykkur hluta vegna. Og valtarinn ekki með belti í buxunum sínum og við svona áflóin við lögguna, þá detta buxurnar niður hann. Þá komi ljósa að valtarinn með kokkri. Herðu, hættu, þetta Valdi Björn var ekki að svindla nammi og hann ekki heldur, hvað þetta með þig og hann eitthvað, förum í auglýsingar hérna. Þetta var bara að klíra á staðnum. Út á landi og ekkert kort í bílnum. Ekkert málið með iPad eða iPhone. Epli, Laugavegi og Smáralind. Epli.is. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Þvílíkur eðalpottur, já, lottopotturinn stefnir í 100 ofurskærar milljónir. Leifðu þér smá lottó. Nýtt í bíó. Are you here? I just want to see my friend! Frá þeim sem farð okkur matnið kemur bráðskemmtileg gamanmynd ómetalega vináttu. Owen Wilson og Zach Galifianakis fara á kostum í þessari skemmtilegu mynd. Look at her, a slutty wicked stepmother. Are you here? Sýnd í Laugarásbíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Í dag Atlandsolíudagur. 12 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. Ástin liggur í gegnum magan á maganum. Bjóddu þínum maka upp á rómantíska þriggjarétta máltíð með vínglasi á veiðikofanum ásamt kokteil á lavabarnum. Verðið 12.900 fyrir 2. Athugið að panta þar borð í síma 578 7200. Veiðikofinn Lækjagötu. Í dag 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Pingjan nýtt greiðsluapp sem gerir lífið einfaldara og skemmtilegra. Nú getum við skilið veski eftir heima. Allt pinginu á pingjan.is. Útsölusprengja Sút, Reykjavík. Rýmum fyrir nýjum vörum og ljúkum útsölunni á sunnudag. Nú 50-60% afsláttur af allri útsöluvöru. Velkomin í Sút, Reykjavík. Lífið ljúfara. Hjá Makland, Laugavegi 17. Borgarleikhúsið verður fullt af lífi helgina því það opið hús á laugardag milli 1 og 4. Kíktu við í Borgarleikhúsið. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Þetta lag ætti nú að koma einhverjum í gírinn sem að fara að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld. Chandelier. Já, þetta lag kemur mér alltaf í gírinn allavega. Ég fíla þetta. Já. Mjög flott lag. Blö. Já. Erum við ekki að fara þetta í Blö Tells It All? Því að ég þekki þig. Já. Hún 1746. Þú myndi átta tíman líða. Við eigum náttúrulega eftir að frumflytja nýja lagi á 8. Strákarnir eru með frumsýna nýtt myndband í kvöld í lokaþættinu sínum. Hveit allar til að kíkja á það. Við höfum eftir að spila það. Við spilum það eftir. Höfum við tíma fyrir Blö Tells It All? Ég segi við tróðum inn. Hvenær þá? Núna. Bara akkurat núna. Af hverju
Akkur að forðast skítinn, Þetta er ekkert skítur, þetta er bara, þetta er basically bara spurning. Þess ég að spurja þig. Eina sem hræðir mig við þetta, við blöðtelsirál, er að þú vilt ekki segja mér hvað það er. Nei, út af því ég er að koma þér á... Óvart, já. Jú, það er ekkert sem ég vil sjá andlitaður, ég spyrði það þessu. Þegar veit ég bara hvort þetta sé lygi eða ekki. Ég voni ég hafi ekkert að fela. Nei, óþarf að vera nervis. Þetta sést, ég er nú að spyrja þig á þenn. Bauðst þú einhvern tímann... Má ég fyrst spyrja það einu áður að ferja í þetta? Hvaðan fékkst þessar upplýsingar? Ég get til miður ekki greint á heimildamann mínum. Það er bara regla nr. 1 hjá mér til miður. Bauðst þú einhvern tímann stúlku heimtíðin sem sagt bauðst henni mat og þú pantaði hraðlestina nema hvað að þú tókst matinn úr pökkunum og settir hann á pönnunar hjá þér sem voru á eldavélinni til þess að þykjast að elda matinn sjálfur. Nei. Þú veit hvað sagði þetta var... Ekki reyna að snúa út úr öðun. Nei, það var gert í grín. Í grín. Ég var ekki... þetta var svona 50-50 grín. Tókstu gömlu fyrstuna, pantaður mat og hendur honum á pönnuna og tókstu á mótinni svona sveittur. Herru, ég er búin að vera helgi allan dag, þetta er að vera klárt hérna fyrir okkur. Þetta er rosalegt tricks. Þetta er svona 1,5 ár síðan og þetta var, þú veist, ég var svona, ég gerði þetta. Ég er svo ánægður að setja bara að taka þetta bara á þig. Það er ágætt bara. En það var samt, ég er ekki að segja bara að því að við erum í útvarpinu. Þetta var svona 50-50 grín samt. Þetta er samt game winning move, sko. Og auðvitað veist, hún fattaði hann þegar á hún spurði mig bara okkur eftir með þetta á pönnunni eitthvað. Hún sá bara að ég var ekkert að gera þetta. Ég klúður þessu eitthvað. Varst ekki eins og með kveikt á, kannski? Varst ekki með svundu og alla pakkarna? Jó, ég var með svundu og pakkarna. Varstu búin að setja eitthvað á svunduna? Svona eins og væri búin að vera eitthvað svona í þessu? Nei, allt mjög hreint, sko. Já, það kom upp við þannig held ég. Þetta er rosalegt tricks. Það sem kom líka upp með mig að það var bara, það var ekkert í kring. Þú fengið sleik 100%. 100%. Nei, það var... Það stýst lella? Nei, strákar, eins og ég segi, ég hef ekkert að fela. Ég myndi segja hlustnum þetta var, veist, sæt og skemmtileg stelpa, en það var ekkert úr þessu. Það var samt ekki út af þessu. Þetta er basically þessu umgerð. Ég myndi segja að þetta við spilað samt einhvern þátt. Heldur það? Er það ekki? Nei, er þetta ekki bara, þetta var átt að vera húmor, sko. Nei, já, er það? Já, ég sverða. Þetta er skrítið grín. Þú tókst alveg matinn úr pökkunum og sendir það á pönnunar áður nú kom, sko. Það var grín. Kraumaði það alveg í þessu og þetta var svona... Varst að hrista pönnunar þegar þú lappaði inn í eldhúsið? Segðu mér að það er ekki tekið... Ekki tókstu pönnuna. Ég veit samt hvað sagði þér þetta. Ekki tókstu pönnuna og fóst að mataborðinu og setti svona yfir á diskinn hennar frá pönnunni. Nei, þegar, þú veist, þetta er svo vandra. Það var... Þetta er svo vond! Shit! Ríkalegt að vera klipið við. Sko, það var við hlóðum með þessu, sko. Þetta var grín. Já. Þannig að, ég er ekkert eitthvað afsakið, ég myndi alltaf segja að hefði þetta verið eitthvað misefnað og vond. Þetta átt að vera nættur húmor. Ég sagði, ef ég hefði eldað sjálfur þá var hann aldrei komið yngar, sko. Það var bara þannig. Hún að stoppa bara leiðin inn, sko. Þetta er mjög... Þetta var blöðtelsirál. Mér finnst það að vera vikulega. Frábært. Það er ekkert ástæðlaug sem er kannski einn. En það er hins vegar komið að lagi hér. Þetta er ekki, við ætlum að frumflytja lagi hjá 8 hér eftir smá. En það er mikill meistari sem hefði orðið 56 ára gamall í dag, væri hann enn á lífi. Og ég sem mikill aðdáandi hans verða að spila allavega eitt lag með honum á afmælisdeginum hans. Þetta er The King of Pop, Michael Jackson. Og ég veit það verið víst að hann kunni ekki elda heldur og skammaði sín ekkert fyrir það. Já, þetta er svo flottu partum Bedroom, it was struck to, it was your tomb. Hann hefði orðið 56 ára gammal í dag, þessi snillingur. En það styttist í lokin hér í okkur. Við hefum eftir að frumflytja nýtt lag hjá strákunum í 8. Akkurat, heyrðu strákar, ég er að fara í tökur á nýrri sjónvarpsseríu. Sem heitir Heitskjöldur og ég verð frá næstu vikur. Já, svona í nokkra þætti allavega. Ég vil nota tækifærið og kveðja hlustendur í bili. Já, þú kemur hér tvíaldur til leiks og eftir. Absolutt. Þannig við þurfum að fá gesta stjórnendur hérna næstu föstudag. Já, og við ætlum að fá nokkra skemmtilega, Jón Jónsson og fleiri. Já, það verða toppmenn sem koma. Og fleiri. Algjörlega, það verða toppmenn sem koma í þetta sæti, en ég er strax farin að sakna
9-5 blöð. Já, þetta er líka búin að vera fréttir í dag, búin gaman maður. Ég er ekki eins og farin. Nei, þú ert ekki farin, en áður við kveðjum, þá skulum við, frumflytja hér lagið hjá strákunum í 8. Þeir frumsýna myndbandi í kvöld, hvet alla til að tjekka á því, en lagið heitir Wunderbar og ég veit að, myndbandi var skotið í Þýskalandi. Það er strákunum í Stop It Go sem að hjálpa með þetta. Tjekkum á þessu. Slagar þetta ferð frá strákunum í 8. Þetta er lagið Wunderbar og eins og ég sagði þá er myndbandi hjá þeim frumsýnt í þættunum í lokaþættunum þeirra í kvöld á Bravo klukkan 8. Þetta getur að hittar, ég heyri það. Já, þetta er líka bara efnilegir og skemmtilegir strákar. Hvet alla til að tjekka á þeim. Ég held með þeim. Skemmtilegir strákar, já, það ger ég líka. En það er eins og að komið að lokum hjá okkur og ég ætla líka að hvetja hlustendur til að fara inn á Twitterinn og senda okkur agli hverja svona þið viljið sjá sem gestastjórnendur meðan Stone Fucker er í frí. Það var einn að senda hérna inn núna að hann vildi fá Gunnar Samloku, hann Viktor Orri. Mér leist mjög vel á þegar þú varst að tala um Jón Jónsson, Erp Eyvindar, Gunni Samloka er komin á lista. The Tatman. Já, Nonni Tattu er flottur. Aldrei veitum við fáum Jebbilega Loverboy. Ég myndi að hvað verið gaman strákar, það verið komið góða lista og getur bara valið úr. And the Coldfather. Ég nefnir ekki að fá hann þetta með rassamælirinn. En hérna það er komið á lokum. Sendu okkur endilega skemmtilegar pælingar, einhverja sem þið vilja heyra í næsta þætti í FM 95 Blöð, Steinfri Steinda sem er að fara í smá frí. Og ég heyri í hlustendum sem allra fyrst vonandi. Gangið vel í tökum. Takk fyrir það. Og eigið góða helgi, kæru hlustendur, heyrumst eftir viku. Eða send okkur SMS í 1911 úr símanum þín. Ertu á leið í ferðalag? Þá þurfa allar tryggingar að vera í lagi. Það er opið allan sólarhringinn á tm.is. Tryggðu þig á netinu, gegnum síman eða tölvuna á fljótlegan og einfaldan hátt. TM. Í dag er Atlandsolíudagur. 12 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. Hámaðu í þig með hreina samvisku. Safran. Að bíða eftir því að ná hól í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín.